sveitarstjóra og forseta sveitarstjórnar í samráð við formann heimastjórnar Borgarfjarðar að fylgja málinu eftir. Forseta sveitarstjórnar er jafnframt falið að kynna málið fyrir stjórn Samtaka sjávarútvegs sveitarfélaga. Og ég lít svo á að kveði sér enginn hljóðs, þá sé þetta samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu og fer sína leið. Bestu þakki fyrir það. Hafa komið að lið 10, stytting vinnuvikunnar. Björn Ingimarsson, sveitarstjóri, gjörðu svo vel. Já, forseti, gott funda fólk. Fyrir okkur liggja þarna 7 samkomulag starfsfólk hjá stofnunum sveitarfélagsins til afgreiðslu. Þetta eru starfsfólk Bókasafns héraðsbúa, menningarmiðstöðvar Fljótsdalshéraðs, leikskólum Múlaþings og grunnskólum Múlaþings, skrifstofum Múlaþings, félags- og stoðþjónustu Múlaþings og síðan starfsfólk í félagsmiðstöðum og íþróttasvæðum. Þarna hafa starfshópar á hverju sviði, á hverju stofnun verið að störfum og hafa verið að fara yfir útfærslur og í samráði eða sem sagt hafa síðan kosið það starfsfólkið hvaða leiðir skyldu fara. Mér sýnist að þarna hafa verið að vinna á ábyrgan hátt og þarna verið að greinilega verið að vinna að leysa þetta án þess að til viðbótar kostnaðar komi. Útfærslurnar eru ekki alveg, þetta ekki alveg útfært orðið á öllum stöðum og það þá helst varðandi leikskólana og grunnskólana, þar sem að menn eiga eftir að vinna í þessu áfram en hins vegar liggur samkomulagið alveg skýrt fyrir. Þannig að það þá hér með lagt fram til afgreiðslu. Jafnframt hér minnisblað starfs- og kjaranefnd Múlaþings sem í rauninni búið að skipa innan stjórnsýslunnar og þar hún samanstendur af sveitarstjóra, fjármálastjóra, launafulltrúa, skrifstofustjóra og verkefnisstjóra mannauðs. Hugmyndin sú og það sem verið að leggja til að þessi starfs- og kjaranefnd fái umboð til þess að afgreiða þessi samkomulag. Það eru nokkur samkomulag sem enn á eftir að klára. Það þarf að klára þetta fyrir áramót. Í byrjun janúar þarf þetta að liggja fyrir og þess vegna meðal annars óskað eftir þessu umboði til þessarar starfs- og kjaranefndar Múlaþings. Þannig að málið tefjist ekki. Og ég held að það sé í rauninni skynsamlegt og sýnist að það sem, hvernig þetta verk hefur verið unnið, þetta hefur verið faglega að þessu staði, bæði vel á þessu unnið hjá starfsfólki og eins hefur verkefnisstjóri mannauðs haldið vel utan þetta verk. En það liggja hér fyrir tillögur þá, annars vegar það að sveitarstjórn Múlaþings samþykki samkomulagsdrögin og það fyrirkomulag útfærslur og styttingum vinnuvikunnar sem þar koma fram og hins vegar að sveitarstjórn Múlaþings samþykki að veita starfs- og kjaranefnd Múlaþings umboð til að afgreiða útfærslur og styttingu vinnuvikur hjá þeim starfsstöðvum Múlaþings sem hafa ekki þegar hlotið afgreiðslu, sem og ef endurskoðunar verður þörf á kjarasamningstímanum og þeim samkomulagsdrögum þegar hafa hlotið samþykki sveitarstjórnar. Þetta þá hér með lagt fram til umræðu og afgreiðslu. Takk. Takk fyrir þetta. Elvar Snær Kristjánsson, sveitarstjórnarfulltrúi, hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti, gott fundahólk. Ég verð bara að segja það ég öfunda ekki skólastjóra, leik- og grunnskóla til að fara yfir þessi mál. Þetta ekki einfalt að leysa eins og ég held að þessu enn að klóra hausnum eins og sveitarstjóri Björn Ingimarsson kom inn á. Það ekki búið að leysa þessi mál alls staðar. Við afgreiddum í gær tillögu skólastjóra Egilsstaðaskóla að stytta frístund 1 klukkustund á föstudögum og þar með verið að skerða þjónustu eins og ég bara satt best að segja átta mig ekki alveg á hvernig á að gera þetta án þess að skerða þjónustu né auka útgjöld. Þannig
En þetta það var samþykkt með bara til skamms tíma fram á vor, svona til að sjá hvernig það kemur út. Þannig ég, bara eins og ég segi, þetta ekki einfalt verkefni að leysa en vonandi verður þetta að gera það í sátt og samlyndi við sem flesta og þannig að hagur er af. Það náttúrulega hagur af styttingu vinnugan til starfsfólks, en það hleypur ekki frá ummunnarstörfum, hvort þessi börn eða einhver önnur. Takk. Já, takk fyrir þetta, Elvar. Sveitarstjórnarfulltrúi Kristjana Sigurðardóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Fundastjóri og aðrir fundamenn. Mér langar að í framhaldi af því sem sveitarstjórnarfulltrúi Elvar Kristjánsson kom inn á, er það með styttingu vinnuvikunar. Ég fagna þessu og þetta er alveg brýnt og flestallir eru kátir og hoppandi með þetta, nema kannski þeir sem þurfa að reynsa þessu því að það kom fram að þetta ætti ekki að kosta neitt og þetta ætti ekki að koma fram á þjónustu sem við veitum, sem er svolítið, þetta er svolítið súrsætur biti. Þannig að og eins og Elvar kom inn á þá samþykktu við í gær að skerða þjónustu við Egilsstaðaskóla, en sem betur fer þá er það bara fram á vorið því að hugsanlega, vonandi, getum við fundið út úr þessu ef það verður mikil óánægja með þetta. Því að það er ekki hægt að gera, halda þjónustu án þess að bæta við fjármagn ef við ætlum að reyna að fólk á að geta stytt vinnuvikuna. Allavega innan þá leikskóla og grunnskóla. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi, hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Þröstur. Já, forseti, þar fundar konur og menn. Þetta er spurning, ég rekka náttúrulega augun í þetta sem verið að tala hér, að það á að stytta þessa frístund þarna á föstudögum. Fyrsta lagi náttúrulega þá er þetta að gerast núna í byrjun janúar ef ég skil rétt, þannig að þetta er óbúslega stuttur frestur fyrir foreldra sem þarna er að nýta þjónustu og eru hugsandi útivinnan til 4 eða jafnvel lengur. Bara spurningin er svo, hvað eru margir foreldrar sem eru að nýta sér þetta og er búið að taka einhvað samtal við þá, hvernig þeim líst á þetta að fara í þetta fram á orðið? Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Þröstur. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórusdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti og fundamenn. Mér langar til þess að fagna þessu. Ég held þetta verði farsælt fyrir samfélagið í heild sinni að stytting vinnuvikunar fari í gegn. Ég átta mig á því að þetta er ekki einfalt verkefni og það er flækjustig með að við erum svona aðlagast þessum breytingum. Hins vegar held ég að ávinningurinn verði alltaf meiri þegar upp er staðið og það sem að sveitarstjórnarfulltrúi Kristjana kom inn á hér áðan með kostnaðinn, þá held ég að hann verði minni þegar upp er staðið þegar horft er á heildarmyndina. Þannig ég fagna þessu. Takk. Takk fyrir þetta. Elvar Snær Kristjánsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, gott fundafólk, bara til að bregðast við fyrirspurn sveitarstjórnarfulltrúa Þröstar Jónssonar og þá þetta eru það bil 30 börn sem ræðir hérna á þessum klukkutíma eftir 3. Þörfin er sannlega til staðar. Þetta eru fyrst og fremst fyrst Jónabekkur, en einhvers staðar verður að byrja, einhvers staðar verður að prófa, eins og segja, þetta er tillaga frá skólastjóra, þannig að það var ekkert, það var ekkert létt skref að taka það að skerða þjónustu, en eins og segja, einhvers staðar þurfum við að byrja og hefja þetta ferli. Hvað tíman var það, já, vissulega skamma fyrirværi, en ég held að svona bara sé þessi umræða stödd á landsvísu varandi þessa skerðingu. Að minnst kosti í leik- og grunnskólum. Ég átti nú gott samtal við verkefnisstjóra mannasmála Múlaþings og við erum ekkert seinna á ferðinni eða aftar á ferðinni heldur en aðrir skólar, þannig að þetta er bara svona staðan og eins og segja, við erum bara að láta þetta reyna og sjá hvernig þróast. Takk fyrir þetta. Berglind Harpa Svavarsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Berglind.
Þú ert mjútuð, Berglind. Nema þú sért ekki að segja neitt. Nei, forseti, góða fundamenn. Það varðandi þessa skerðingu sem að ég hnýta hans við. Þetta mjög gott mál allt saman, en svo þurfum við líka bara að skoða, er gerlegt að vera að skerða þessa þjónustu? Ég veit að það alveg 30 börn að nýta sér þetta og maður veit að verður bara meiri og meiri þörf svo sem fyrir þessa frístund. Ég hjó ekki alveg eftir hvort að foreldrar tækju vel í að prófa þetta og líka búið að skoða í rauninni hvað myndi bara kosta okkur að manna í rauninni þessa stöðu í frístund með því að borga þeim þá aukavinnu í stað þess að fella hana niður af því að þetta náttúrulega alveg 30 börn, þannig að þetta þessa vangaveltur sem ég bara spá í. Takk. Takk fyrir þetta. Jónína Brynjólfsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Takk fyrir, forseti og kæru fundamenn. Ég held að okkur sé alveg óhætt að fagna styttingu vinnuvikunnar. Ég held að heildina litið verði alveg gott. Það erfitt að horfast í augu við þjónustuskerðinguna en ég held að við verðum líka bara að láta tímann líða og sjá hvernig það þróast. Það á líka að vera keðjuverkun. Við eigum fleiri út í samfélaginu að vera að koma inn í styttingu vinnuvikunnar, þannig að ég ætti til dæmis að geta tekið mitt barn fyrr á föstudögum, þannig ég held að það verður náttúrulega bara að koma í ljós þegar að stytting vinnuvikunnar lokið, hvernig það kemur út í samfélaginu heild sinni, ekki bara hjá okkur. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Jónína. Elvar Snær Kristjánsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Takk fyrir rétt til að bregðast við fyrirspurnum, forseti og gott fundafólk. Ég gleymdi nú að svara stjórnarfulltrúa Þresti Jónssoni varðandi foreldra samtalið sem að Berglind Svavarsdóttir stjórnarfulltrúi spurði líka um. Það hefur ekki átt sér stað. Kristjana Sigurðardóttir kannski leiðrétti mig um það með mér í fjölskylduræði. Varðandi kostnaðinn, þá þetta 6 eða 7 starfsmenn að mig minni rétt sem að ræðir í 100% starfi. Þannig að hann lá ekki fyrir samkvæmt skólastjóra. Það þurfti ráðin helst nokkra, af því þetta allt saman starfsmenn sem fara á sama tíma. Það þurfti rauninni nokkrar aflýsingar, þannig að þessi kostnaðaraukinn varðandi ráðningar lá ekki fyrir heldur. En hann auðvitað einhverju, þannig að eins og segja, þess vegna sé ég bara ekki hvernig það gengur upp með þessum forsendum að skerða ekki þjónustu og ekki auka útgjöld. En þetta allavega það sem var lagt upp með nú þessu sinni. Takk. Þá hafa ekki fleiri hvart sér hljóðs. Það liggja hérna fyrir 2 tillögur sem ég ætla þá að bera undir fundinn. Fyrri tillagan svohljóðandi: Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir samkomulagsdrögin að það fyrirkomulag útfærslur og styttingu vinnuvikunar þar koma fram. Þetta borið undir fundinn og ef engir gerir við það athugasemdir, þá lítum við svo á að þetta sé samþykkt samhljóða. Það gerir engin neinar athugasemdir við það, þannig að við færum það til bókar með þeim hætti. Þá kemur síðari tillögun sem eftirfarandi: Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að veita starfs- og kjaravernd Múlaþings umboð til að afgreiða útfærslur og styttingu vinnuviku á þeim starfsstöðvum Múlaþings sem hafa ekki þegar hlotið afgreiðslu sem og ef endurskoðunar verður þörf á kjarasamningstímanum á þeim samkomulögum sem þegar hafa hlotið samþykki sveitarstjórnar. Og ef enginn hreyfir andmæli við þessu, sem enginn gerir, þá lít ég svo á að þetta sé samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu og við höldum dagskrá áfram og erum nú komin að lið 11 sem mannaði stefna Múlaþings og ég gef sveitarstjóra Birni Ingimarssyni orðið. Gjörðu svo vel, Björn. Forseti og gott fundafólk. Það eins og þið eflaust hafið séð, þá erum við hérna fyrir minnisblað frá verkefnisstjóra mannauðsmála og það í rauninni verið að vinna þarna býsna metnaðarfullt starf og eins og ég farið svo sem í að útlista það alveg nákvæmlega og þá þetta, það bara mjög mikilvægt að þetta sé vel unnið og
ég hef séð að það alveg verið að vinna þetta fagmennsku. Það er verið að horfa til annars vegar í rauninni þeirra mannastefna sem hafa verið í gildi hjá sveitarfélögunum og eins þeirra gagna sem hafa verið til staðar. Eins sé og hefur voru varið við að það hefur verið að skoða það sem sagt, hvaða þessu hentar illa, hvað mætti gera betur og það hefur verið að laga þetta að því að þetta geti verið orðið hjálp og skilvirkt og gagnast bæði starfsfólki og stjórnendum. En það síðan bara tillaga sem að liggur hér frammi það að í rauninni byggðarráði verði falið að halda utan þetta eða afgreiða þetta endanlega. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Takk. Takk fyrir þetta, Björn. Orðið er laust varðandi þetta ef einhver vill. Ef það er ekki, þá liggur fram í eftirfarandi sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórusdóttir hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Hildur. Já, forseti og fundarmenn. Mér langar bara að fagna þessari vinnu. Þetta er vel unnið og það er mikilvægt að byggja vel undir starfsmannamálin. Þannig að þetta er bara besta mál, góð byrjun í nýju sveitarfélagi. Takk. Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja kveða þessu hljóðs? Þá ber ég upp tillöguna sem er svohljóðandi: Sveitarstjórn Múlaþings lýsir yfir ánægju með það metnaðarfulla starf sem unnið er varðandi mótun mannauðsstefnu og gerð handbókar fyrir starfsfólk og stjórnendur sveitarfélagsins og felur byggðarráði Múlaþings endanlega afgreiðslu þess. Geri engin athugasemdir, þá lít ég svo á að þetta sé samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu. Við færum það til bókar með þeim hætti. Þá erum við komið að lið 12 sem eru skýrslur heimastjórna. Þetta er nýtt fyrirkomulag á fundum hjá okkur þar sem formenn heimastjórna gera í afar stuttu máli grein fyrir því sem helst er á döfinni á þeirra vettvangi. Það verður orðið að samkomulagi að í kjölfarskýrslu heimastjórna verða engar fyrirspurnir heldur haldið áfram með dagskrá og við höfum ákveðið að skýrslurnar séu fluttar í stafrófsröð. Það er að segja fyrst byrja Borgarfjörður, þá Djúpivogur, Fljótsdalshérað og svo endus við á Seyðisfirði og Eyþór Stefánsson, sveitarstjórnarfulltrúi, hefur orðið. Gjörðu svo vel, Eyþór. Já, takk, forseti og herra fundarmenn. Ég ætlaði svona að stikla stóru hvað við fjallaðum og hvað er að gerast á Borgarfirði. Það er náttúrulega stærstu fréttirnar, held ég allir geti tekið undir, er að hér er búið að reisa hús, 4 íbúðir sem sveitarfélagið stóð að og er svona farið að sjá fyrir endan á. Það eru komin upp og búið að setja þau saman og nú er unnið að því að setja svona utan á húsin svona smá viðbyggingu fyrir varmadælur og sú vinna er í gangi og það styttist óðfluga í að þetta verði klárt, en út af þessum húsum þá ákváðum við í heimastjórn að halda aukafund þar sem að okkur fannst ekki stætt á því að við þurftum að bíða eftir að sveitarfélagið myndi setja sér reglur varðandi úthlutun þessara íbúða. Þannig að við vildum svona hafa smá frumkvæði að því að reyna að koma í veg fyrir eins og við gátum að það þyrfti að bíða eftir reglunum. Og það lítur ágætlega út og það er komin drög að þeim sem verða lögð fyrir byggðarráð á næsta fundi byggðarráðs. En bara svo það sé sagt, því að ég er endalaust spurður að því að það er ekki búið að úthluta þessum íbúðum. Og hver sem getur ennþá sótt þar og úthlutunarreglur verða kynntar síðar. En við héldum samt þennan aukafund og þar tókum við meðal annars fyrir þessar úthlutunarreglur og skápinn sem ég fór yfir áðan. Óþarf að endurtaka það. Svo fórum við yfir verkefni sem heitir Fjarðaborg samfélagsmiðstöð. Þar Fjarðaborg hlaut 3 styrki frá uppbyggingarsjóði og svo sjóðum brothættra byggða við að breyta sér í svokallaða samfélagsmiðstöð
þar horft á starfsemi Blábankans og Þingeyri, með kannast við það, og það ég held að það sé einhverja 15 milljónir sem við óskum eftir umboði að geta sem sagt ráðstafað, og af því verkefni það frétta að það væntanlegur einstaklingur sem ætlar að sjá hönnun og koma með tillögur að því hvað má gera þarna. Þetta hugsað fyrir efri hæðina og sem einhver aðstaða sem fyrir störf án staðsetningar eða svona skrifstofuaðstaða. Við ályktuðum líka snjómokstur, að fá hann daglega. Nú það ekki snjómokstur á laugardögum, það ekki opnað fjallið á laugardögum, en nú þetta orðið samgöngur innan sveitarfélags, þannig að okkur fannst tilvalið að orða það. Svo á seinni fundinum þá komum við með eina bókun fjárhagsáætlun sem ég veit að menn tóku aðeins verr en ástæða var til, bara svona svo það sé sagt. Hún líka var kannski ekki alveg ég get sýnt í skilningamenn hafi skilið það að við settum út á að við komum bara með okkar athugasemdir, og mér finnst mikilvægt að heimastjórnir verði einmitt látnar koma með athugasemdir við fjárhagsáætlanir í framtíðinni, og efast ekkert að það standi til. Annað sem kannski svona vert að minnast á, ég nú stikla á mjög stóru, að við fengum erindi Lindarbakka þar sem var verið að fjalla bara skipulagið á hvernig það til stjórn eða nefnd, skulum við segja, hvernig málefni Lindarbakka, og var óskað eftir áframhaldandi samstarfi, eða meira kannski bara svona að fá það skýrt hvernig fyrirkomulagið ætti að vera varðandi Lindarbakka. En Lindarbakki var gefinn sveitarfélaginu og það var passað í öllu samningustæði að öll málefni honum tengt féllu undir heimastjórn Borgarfjarðar, hvernig það enda nú. Svo það annað sem við tókum upp var sem sagt með tjaldsvæði. Það raddir frá aðalega starfsmönnum hreppsins að þeir hafa alveg áhuga á að losna við að sjá þetta tjaldsvæði. Það hefur verið svona misgott hvernig hefur verið hægt að vinna við það, og það verður lagt fyrir byggðarráð komið það. Svo tvennt sem ég langar að segja til viðbótar. Við unnum erindi til Vegagerðarinnar með Birni, ég og Björn Ingimarsson held ég að geti sagt, og þar fórum við yfir. Þetta var svona í kjölfarið á bókun heimastjórnar varðandi hafnabótasjóð. Sem sagt, þetta snýr, ég held að þið þekki nú öll það mál, þetta snýst að það var sótt hafnabótasjóð fyrir ákveðni upphæð til þess að fá í hafnarhúsið, varðandi af því að þar mikil hafnsækin starfsemi, og við sendum erindi á Vegagerðina sem var hvatt til þess að sú umfjöllun tekin til skoðunar. Svo var sjóvarnir í Njarðvík, sjóvarnir í Hótel Blábjörg, hafnaframkvæmdir og fleira, og lokum þá fengum við ekki bara góða fréttir. Það var sem sagt með byggðakvóta, það var verið að skerða byggðakvóta hjá okkur ennþá, og við höfum löngum haldið því fram haldið á lofti að það sé skrítið að við fáum sé alltaf skert hjá okkur byggðakvóti, bæði sértækur og almennur, þegar við föllum undir viðmið byggðastofnunar að vera brothætt byggð en ekki viðmið sömu stofnunar til að fá sértækan byggðakvóta. En almenni byggðakvóti sem frá Fiskistofu, hann hefur skerst ár frá ári og núna orðin heil 15 tonn, sem ekki neitt. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Þór. Næst talar Jódís Skúladóttir, sveitarstjórnarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Forseti og aðrir fundarmenn, ég ætla hér að fara með skýrslu formanns heimastjórnar á Djúpavogi. En auk mín sitja í heimastjórninni Ingi Ragnarsson og Kristján Ingimarsson. Gauti Jóhannesson var starfsmaður heimastjórnar til að byrja með, en þann 1. desember síðastliðinn var Eiður Ragnarsson ráðinn í það embætti. Við höfum fundað 3 sinnum og málin hafa verið mörg og mismunandi, allt frá stórum skipulagsverkefnum yfir í lausagöngu sauðfjár. Við höfum kosið fulltrúa í ýmsar stjórnir svo sem Kvennasmiðjuna, Ríkharðshús og Nönnusafn.
Við erum að slípa okkur saman og ná þessu samspili heimastjórna við aðra stjórnsýslu sveitarfélagsins og ég hef trú á því að þetta skipulag verði farsælt, en mér finnst mikilvægt að árétta hversu miklu máli það skiptir að það verði stutt við heimastjórnirnar á þessum fyrstu misserum og að hlutverk þeirra verði á engan hátt veikt eða með athöfnum eða athafnaleysi verði snúið frá upphaflegum tilgangi heimastjórnanna. Tíminn naumur í þennan lið þannig að ég ætla nú ekki að fara mjög djúpt ofan í öll okkar málefni. Ég hvet fólk hins vegar til þess að kynna sér bara fundargerðir heimastjórnar á Djúpavogi ef það vill fræðast nánar málin. Það eru þó 3 atriði sem mig langar aðeins að drepa á hérna og þessi atriði höfum við bókað. Í fyrsta lagi varðandi það sem ég var að segja áðan að styðja við heimastjórnirnar, þá bókuðum við það, við gerðum athugasemdir við orðalag frá umhverfis- og framkvæmdaráði þar sem að ráðið var að leggja til að heimastjórn gerði eitt og annað og það var okkar mat að þar væri ráðið farið út fyrir sitt valdsvið og lögðum til að þetta væri orðað öðruvísi og ég veit að kannski finnst fólki þetta vera eitthvað svona, ekki mikið máli en þetta skiptir, mér finnst skipta öllu máli í þessum fyrstu skrefum okkar í þessu nýja sveitarfélagi að við vöndum alltaf vel til verka og þá líka í orðalagi að því að innan skamms tíma verða aðrir einstaklingar og annað fólk í brúnni og þá eru við búin að búa til hefðir og þess vegna lögðum við á þetta miklu áherslu að málum væri einfaldlega vísað til heimastjórnar. En það væri engin undirtónn í því hvað heimastjórn ætti að gera við málin. Þeim er bara vísað til afgreiðslu. Annað mál sem að Eyþór kom reyndar inn á og var sambærilegt á Djúpavogi, við bókuðum það að við gerðum alvarlegar athugasemdir við að ekki skuli gert ráð fyrir framkvæmdum eftir 2021 á Djúpavogi í fjárfestingaráætlun og við lögðum á það áherslu að það yrði brugðist við þessu og það liggja auðvitað eins og allstaðar fyrir mörg brýn verkefni. Á Djúpavogi hefur verið mikill uppgangur og það hefur verið mikið fjárfestingar og margt í gangi undanfarin ár en það breytir því ekki að það er eins og annars staðar bíða stór og flókin verkefni sem að verður að horfa til. Þannig að við lögðum áherslu á að þetta yrði í fjárhagsáætlun næsta árs til dæmis yrði horft til þess. Og að lokum þá langar mig að lesa upp fyrir ykkur bókun sem við gerðum, eitt af stóru málunum og auðvitað gríðarlega mikilvægt fyrir ekki bara Djúpavogsbúa, þó að við séum nú að vísa til þeirra núna, heldur bara fyrir allt sveitarfélagið. Það er auðvitað Axarvegurinn og ég ætla að fá að lesa bara hér upp bókun heimastjórnar. Heimastjórn á Djúpavogi krefst þess að betur verði staðið að þjónustu á Öxi. Vegagerðin hefur ekki sinnt hlutverki sínu sem snýr að umferðaröryggi og hefur verið látið hjá líðast að kanna aðstæður þar þegar eitthvað er að færð. Dæmi eru að stofnunin giski á aðstæður sem verða til þess að fólk lendir í vandræðum þegar aðstæðurnar eru þannig að hægt væri að bregðast við þeim með litlum tilkostnaði. Enn fremur er það skýlaus krafa heimastjórnar að vetrarþjónusta verði tekin upp að nýju á veginum enda er eftir sameiningu samgöngur innan sveitarfélagsins að ræða. Og formanni heimastjórnar er farið að fylgja erindinu eftir og þetta var samþykkt samhljóða. Og ég kem því til skila hér með til sveitarstjórnar að sveitarstjórn styðji þarna við heimastjórn og við munum fara svo með formlegt erindi til vegagerðarinnar varðandi Axarveginn og vetrarþjónustu. Ég ætla ekki að hafa þetta neitt lengra en eins og ég sagði áðan, við öll í heimastjórn á Djúpavogi, við gefum upp okkar síma og netfang, það er öllum velkomið að hafa samband ef að fólk hefur erindi eða spurningar og svo hvet ég fólk til að kynna sér fundargerðir heimastjórnarinnar ef að það vill fara nánar ofan í málefnin. Svo þakka ég fyrir mig. Takk kærlega fyrir þetta. Vilhjálmur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel.
70 fundarmenn. Heimastjórn Fljótsdalshéraðs hefur fundað tvisvar frá því að Múlaþing tók til starfa. Flest verkefnin hafa verið vegna náttúruverndarmála, skipulagsgerðar, einnig máli varða útgáfu framkvæmdaleyfa. Á fundi 2. desember var lagt fram meðlætisbréf nefndarinnar og tilkynning frá sveitarstjóra með ráðningu Óðins Gunnar Óðinssonar í starf fulltrúa sveitarstjóra. Við yfirferð erindisbréfsins fór fram ítarleg umræða hlutverk og störf heimastjórnar og svona beindist kannski að því að reyna að leggja mat á svona þessi verkefni sem væru framöndan, en eins og kemur fram að þá hefur talsvert mikil tími farið í þessi skipulagsmál. Og á fundinu kynnti Guðlaugur Sæbjörnsson tillögu að fjárhagsáætlun Múlaþings og helstu verkefni og niðurstöður. Fram kom á fundinum að heimastjórn telur mikilvægt að fá að fylgjast með og koma snemma í ferli undirbúningsvinnslu fjárhagsáætlunar hvers árs og mikilvægi skýrðar framtíðarsýnar til langs tíma stefnu og helstu verkefni. Helstu mál sem á borði heimastjórnar í vinnslu eru umsókn byggingaráform og byggingarleyfi og varðar byggingu í þar sem ekki deiliskipulag og lítur að stækkun á bílaverkstæði eða húsnæði bílaverkstæði Austurlands eða viðbyggingu. Umsagnarferli vegna umsóknar rekstrarleyfi gistingar hjá Hofi 1 og 2 og þar vantar umsagnir sem höfðu ekki borist en þetta var tekið fyrir á fundinum og frestað. Og síðan tillaga friðlýsingu verndarsvæðis norðan Dýrfjall og náttúruvætti Stórurðar sem í vinnslu og svona frekari rýning og kemur síðan fyrir sveitarstjórn. Eins og fram kemur í fundargerðinni hefur heimastjórnin samþykkt að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar gert verið deiliskipulag við iðnaðar- og athafnasvæði landi Ekkjufells norðaustar hringvegar til að bregðast við eftirspurn tryggja framboð lóða fyrir atvinnustarfsemi og það mjög ánægjulegt að merkja jákvæða þróun í þessu ástandi sem ríkir vegna faraldursins. En að öðru leyti vísast til fundargerða heimastjórnarinnar. Já, Vilhjálmur hefur lokið máli sínu. Takk fyrir það. Næst tekur til máls Berglind Harpa Svavarsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi og formaður heimastjórnar á Seyðisfirði. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Forseti, góðir fundarmenn. Ég ætla að fara hérna yfir fundargerð heimastjórnar Seyðisfjarðar. Við erum búin að funda 2 sinnum. Þetta þá annar fundur sem ég ætla að kíkja yfir. Þetta eru nú alveg 10 liðir og ég fer svona yfir helstu liðina. Sá fyrsti nú gamla ríkið á Seyðisfirði. Við höfum þennan lið bara fastan inni hjá okkur og það sem að frétta svo sem þar að það var ekki mögulegt að fara þá leið að lækka götuna að færa hús og það þarf því að færa húsið og það eru 2 möguleikar sem liggja fyrir en það hefur verið ráðinn byggingarstjóri sem hefur þetta á sínu borði. Og þetta í matsferli og fagleg niðurstaða liggur ljós bara á næstu dögum. Annars eru framkvæmdir á fullu innan hús þessa dagana sem þetta að gera. Þá fer ég yfir í 5. lið sem nú fiskeldi Austfjarða, Laxeldi Seyðisfirði. Við erum nú búin að tala heilmikið þetta mál. Við gerðum bókun og við erum Við lögðum fram bókun á þessum fundi okkar og við samþykktum hana einróma og teljum hana spanna rödd allra íbúa sem við vinnum eftir. Við viljum að hafa rödd allra íbúa. Bókunin okkar hefur nú orðið til þess að samtal strax hafið á milli heimastjórnar Seyðisfjarðar og fiskeldi Austfjarða. Og við fögnum þessu samtali og munum ýta undir mikilvægi þess að viðhalda góðu samtali áfram og það samtal verði gott við íbúana líka beint. Í þessum bókunum útmæltum við náttúrulega harðlega þessari staðsendingu sjókvíaeldis við Háubakka og fögnum bara eins og ég hef orðað hér áður á fundinum, yfirlýsingu frá þeim að falla frá því eldissvæði. Við bókuðum líka þá áherslu að nýta þann mannauð og þjónustu sem fyrir á svæðinu í beinum og afleiddum störfum og þeir koma einmitt inn á það í svari sínu að þeir muni leggja sig fram að auka atvinnustig í bænum og styðja við aðra atvinnustarfsemi þar. Ég ætla nú að klára en varðandi þennan lið, við munum
örugglega út af þessum lið funda aftur í desember. Við munum heyrast með það heimastjórn. Annars væri næsti fundur 4. janúar en við munum ræða saman heimastjórn og koma mjög líklega í desember þó sé ekki kominn dagur á þann fund. Varðandi aðra liði, það tjaldsvæðið upplýsingamiðstöðin Seyðisfirði. Við leggjum til að tjaldsvæðið verði útist til einkaaðila þannig að þeir taki svæðið að sér og eins með upplýsingamiðstöðina að henni sé tryggður rekstrargrundvöllur og ráðinn verði starfsmaður hið fyrsta þangað. Svo komið inn á umferðarmál sem eru líka mjög mikilvæg varðandi vistgötur, Suðurgötu við Árstíg og Garðarsvegi verði breytt í vistgötu. Þetta náttúrulega við skólann, hámarkshæðin yrði þá lækkaður, mælum með því 10 km og börn eru náttúrulega hlaupið yfir þessa götu yfir í leiktæki og fleira. Sama Norðurgötu, Bjólsgötu verði breytt í vistgötu, þetta regnbogagatan og mikið að bílum sé lagt í götunni en það verður ólöglegt þá að leggja honum í götunni eða verður farið að því. En ekkert mál að keyra þarna og fara inn með vörur og svoleiðis en þetta svona það sem við leggjum til og fer fyrir umhverfis- og framkvæmdaráð. Einnig var það með að breyta umferðarrétt á gatnamótum Botnahlíðar og Múlavegar, tala hægri réttinn og mikilvægt þess að fá umferðarspeil við gatnamót þar sem aspir skikja á útsýni. Þetta svona yfirferð yfir svona helsta. En við munum, eins og segi, vandi næsta fund, hann á að vera 4. janúar, en við munum líklega koma saman fyrir í desember og funda þó að það liggi ekki fyrir nákvæmlega núna. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta, Berglind. Þá höldum við áfram dagskránni. Næst liggja fyrir liðir 13 til 27. Það eru fundargerðir byggðarráðs, umhverfis- og framkvæmdaráðs, fjölskylduráðs og heimastjórna. Nú það þannig að þeir liðir úr þessum fundargerðum sem að hafa þarnast staðfestingar við hafa fengið afgreiðslu nú þegar, en þessir liðir liggja allir undir þá frá 13 til 27 og orðið laust ef einhver vill það varðandi einhvern einstakan lið og ég vil þá biðja þá sem að biðja orðið að tilgreina við hvaða lið þeir eiga, þannig að það sé hægt að færa það til bókar og svo að það fari ekkert á milli mála. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur beðið orðið. Já, forseti, sveitarstjórnarfólk nú settur mig í vanda, segir hvað kemur strax og ég man ekki hvaða lið þetta en þetta í annar hvori fundagerðinni frá heimastjórn Djúpavogs. Sennilega þeirri seinni ef ég heyrði rétt hjá Jódísi, það var Axaveg. Það alveg merkilegt með þannig Axaveg að einhvern veginn eins og nafnið verði til þess að allt í kringum hann eru axasköft. Ef ég hef skilið rétt að þá var eyrnamerkt sem sagt opinbert fé til vegagerðarinnar fyrir 2019 til framkvæmda á Axavegi. Eftir því sem kemst næst afsökunin fyrir því að það fé hefur ekki verið nýtt það að Axavegur sé enn í hönnunarferli og þegar ég kannaði það betur að þá vilja meina svo að það sé löngu búið að hanna Axaveg. En sko alvarleiki þessi máls bara sá að maður þarf ekki annað að horfa á landakort að sjá það að sko þetta nýstofnaða sveitarfélag það rauninni klippt í tvennt stóran hluta á árinu út af þessum vegi, það ekki hægt að halda honum opnum. Og mér finnst alveg ástæða til þess að fara að þrýsta aðeins á ríkisvaldi með það að hafa hann meira opinn á veturnar. Ef hægt vegna að menn getur bara lítið á korti hjá vegagerðinni núna að fara frá Djúpavogi og upp í Egilsstaði, það snjó og krap á megnarleiðinni, það hálka í Stöðvarfirði og inn með öllum Fáskrúðsfirði sem ekki gestleguvegur. Þannig að það liggur við að sá hluti þessa sveitarfélags sem heitir Djúpavogur, hann gæti allt eins verið á Vestfjörðum.
Þannig að ég vil svona bara leggja áherslu á þetta. Ég tek undir það sem hefur verið bókað þarna í heimastjórninni að Axavegur, það þarf að fara svona að hreinsa af honum Axarsköftin. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Þorstur. Kristjana Sigurðardóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, ekki svo vel. Forseti og aðrir fundamenn, mig langar að koma ræða hérna lið 16 sem umhverfis- og framkvæmdaráð. Og þá þetta sérstaklega átt við lið númer 6 í hérna, við erum að tala gjaldskrá fyrir meðhöndlun og förgun úrgangs í Múlaþingi. Og þar 7. grein, það sem komið fram að hérna íbúar í Múlaþingi fái afhent klippikort. Og það sem sagt eftir fermetrum á Djúpavogi og Seyðisfirði og í kílóum hérna á Egilsstöðum, hérna upp á Héraði. Mér finnst þetta alveg stórkostlegt því að hérna það var mikið rætt þetta hérna núna vordugum þegar fólk gat ekki fara að vera að gera neitt annað en að taka til heima hjá sér og var mikið mætt á sorpu og mikið vigtað og fólk fór yfir þessi 50 kíló og fannst að því að þetta var 50 kílóum voru á mánuði og það ekkert allir sem taka til á mánaðarvísi á sér, þeir kannski gera þetta vorin á haustin eða eitthvað svoleiðis, þannig að klippikortin koma sér betur fyrir fólk sem hefur ekki verið með þau áður. Þannig að mér langar að hérna lýsa yfir ánægju minni með þetta og spurja, það sem Stefán Bogi ekki, þá vonandi ég að Jónína geti svarað mér, hvenær fáum við þessi klippikort? Það bara núna strax á 9 ári? Takk. Takk fyrir þetta. Jónína Brynjólfsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, bregst við þessu? Já, takk fyrir forseti og kæru fundamenn. Svo ég svari þér. Þetta þá já, það reiknaði með því og það held ég stemt á því að þetta gildi frá áramótum eins og flesta aðrar gjaldskrár sveitarfélagsins. Og þetta sannlega ánægjuefni og þetta svona ákveðin samþætting og þetta verður náttúrulega til pröfu og ég held að þetta það svolítið flókið að samþætta þetta en við vorum að reyna að gera okkar besta þannig að við vonum bara að íbúar verði ánægð með það. Takk fyrir þetta. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs undir þessum liðum fyrir utan Elfarsnæ. Elfarsnæ sveitarstjórnarfulltrúi, ekki svo vel. Takk fyrir forseti, gott hundafólk. Bara rétt varandi þessi klippikort, ég fagna þeim, við tókum þau gildi hér á Seyðisfirði á þessu ári, held ég. Já. Ég vil bara því sem verið fylgt eftir að öllum kjörnum að þau virki sem skildi, það að segja að þeim verið virkilega notuð, það að segja fylgt eftir að vera klippt af þeim. Takk. Takk fyrir þetta. Jakob Sigurðsson, sveitarstjórnarfulltrúi, ekki svo vel. Já, forseti, heyrðu ekki? Jú. Aðrir góðir fundamenn varðandi þessi klippikort? Það eru ægilegir skurðningar í þér. Skurðningar? Já, þetta betra núna. Betra núna? Já, og verra, þú ert alveg skelfileg. Og tekið þetta úr samband þessar græjum? Já. Varðandi klippikortin, Jónína kom náttúrulega inn á þetta var mikið rætt. Hvernig ætti að koma þessu, til íbúana en það verður ekki svo að þetta verði sent heim heldur koma menn á staðinn og sækja sér klippikort. Það ekki sent heim á hvern og einn því það svolítið vandamál og hefur orðið vandamál þar sem það hefur gert. En það sem sagt, menn koma á staðinn og sækja þetta. Takk. Takk fyrir þetta, Jakob. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir einhverjum af Kristjana Sigurðardóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, ekki svo vel? Bara ein lítil spurning, á maður þá að mæta á sorpstaðinn sjálfan eða þetta eins og afhent á skrifstofu Múlaþings? Jakob, þú eru að bregðast við þessu. Eða Jónína? Sorpstaðinn. Hjá Sorp á Yltum.
Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, aðri fundarmenn, bara rétt af því að mér vantaði þarna eins og var beðið hvaða liður þetta væri hjá mér áðan saman til Vaxaveginn. Þetta semst liður 27 í dagskráni og item 10 í fundargerðinni. Takk fyrir. Takk fyrir þetta kærlega. Elvar Snær Kristjánsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Takk, forseti, gott fundur, bara rétt að bæta við varandi klippikortina, þetta kannski hafa huga varandi sorpstæðina, nú eru þeir kannski tiltölulega lítið opnir, sumi hverju minnskosti hér á Seyðisfirði og mögulega Djúpavogi, þannig að þegar við tókum þetta í gildi þá var þetta sótt þá var talað um að sækja þetta á skrifstofu sveita stjórn þessi bæjarskrifstofur, þá hún svo lítið opin að þess vegna var svo vísað á sorpstæðina sem eru þá meiri opnir. Takk. Takk fyrir þetta. Þá hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum liðum og þeir eru lagðir fram til kynningar og þá höldum við dagskrá áfram og erum komin á lið 28 sem skýrsla sveitarstjóra og ég gef Birni Ingimarssyni sveitarstjóra Múlaþings orðið. Gjörðu svo vel, Björn. Forseti og gott fundarfólk. Það er svona að fara í grófum dráttum yfir það helsta sem á dagana hefur drifið síðan við komum saman síðast. Það var svo sem ekki verið einn stórkostleg samskipti við ráðuneyti og þingmenn. Það er eins og þeir náttúrulega þekkjum en er ekki mikið að fara á milli landshluta á þessum tímum. En við höfum verið og ég hef verið í tölvöld samskipti við menntamálaráðuneyti, það er bara mál sem tengjast menningarhúsinu hér á Egilsstöðum og það er svona aðalega útfærslan á greiðslum og framlagi ráðuneytisins en það er ekki komin lending, svona endaleg lending í það að ég fekk ekki að segja ykkur gleðilhreifnina hér í dag. Kannski kemur það seinna. Síðan höfum við verið í samskiptum eðlilega við jöfnunarsjóðinn töluvert vegna út af bara framlögum, út af samningaframlögum og það er verið svona að vinna útfærsluna af því þannig að það verið hægt að ganga frá greiðslu jöfnunarsjóðs fyrir áramót. Varðandi samstarfsmálin þá eru reglubundnir fundir sem tengjast COVID-dæminu. Almannavarnanefnd hefur fundað reglulega með í rauninni viðbragðsaðilum, fundum hálfsmánaðarlega og svo hefur almannavarnanefnd líka þessi formlega almannavarnanefnd verið að funda, tekið einn fund og síðan er svokölluð aðgerðarstjórn sem fundar 2 í viku og þar eins og ég hef sagt ykkur áður og ég ætla bara enn að ítreka að mér finnst það er bara rétt að það komi fram að þar eru fulltrúar lögregluembættisins og heilbrigðisstofnunar að standa sig mjög vel. En þarna höfum við verið að fá inn á þessa fundi hjá okkur fulltrúa almannavarna ríkisins og höfum svona verið að fara yfir ýmis mál. Við höfum komið náttúrulega okkar sjónarmiðum á framfæri eins og sést í tengslum við svokallaða litakóða sem að menn hafa mismunandi skoðanir á. Ég ætla ekki að vera svo sem endilega tjá mig um það hér. En í rauninni sú vinna aðgerðarstjórnar hefur bara gengið og gengur mjög vel. Við eigum þar 2 fulltrúa og það eru líka 2 fulltrúar frá Fjarðabyggð og síðan erum við í tengslu við önnur hin sveitarfélögin sem eru ekki beinir aðilar að þessu. Við höfum tekið 2 stjórnarfundi í almenningssamgöngunum eins og hraust og þau mál eru bara áfram í þróun. Satt eitt stjórnarfund í Brunabót og síðan tókum við stjórnar aðalfund í skólaskrifstofu Austurlands og í framhaldi af því tókum við fund með starfsfólki
skólaskrifstofunnar sem við fórum yfir í rauninni þá vinnu sem við sjáum framundan eins og við höfum eins og hefur verið rætt og eins og við gerum ráð fyrir að það að innlimma þessa starfsemi í stjórnsýslu sveitarfélagana tveggja. Það að segja að þessar stærstu sveitarfélag, Múlaþings og Fjarðabyggðar og sú vinna svona horfa til þess að það liggi svona fyrir niðurstaðan úr því, það að liggja fyrir svona síðasta lagi í marsmánuði því að við erum að horfa til þess að þetta eigi sér stað næsta haust frá með byrjun næsta skólaárs. En þetta var bara góður fundur sem við áttum þarna með starfsfólki og hann mjög þarfur því að þarna hefðu greinilega verið ýmsar spurningar á lofti. Það var gott að geta það bara að svara því hreint út og upplýst það í hvaða vegferð við erum og á hvaða vegferð við erum. Þannig að það var bara góður hittingur. Síðan hef ég setið fundi með samtökum sveitarfélaga á köldum svæðum sem ég lenti í stjórn á fundi hérna fyrir í haust og þar verður áfram unnið bara málefnum. Þar erum menn fyrst og fremst að horfa á orkumálin. Við höfum líka verið að fara yfir málefni brunavarna á Austurlandi og við eigum fund eftir helgina þar sem við erum með ákveðið upplegg gagnvart því hvernig við í rauninu leggjum það byggðasamlag af. Það sem við gerum í rauninu ráð fyrir því að slökkvilið Múlaþings sjái þá ákveðna þjónustu við það annars vegar Fljótsdalshrepp og hins vegar Vopnafjarðarhrepp. En við erum að horfa á þetta frá með áramótum ef þetta næst sátt og ég á svona frekar von á því að það verði. Varðandi starfsmannamálin þá náttúrulega vikulegir fundir með stjórnendum þar sem við förum náttúrulega yfir þessar afgreiðslur fagráða og sveitarstjórnar og heimastjórnana og tryggja það að þau fari í raun öll í réttan farveg. Það svona reglubundið fundur með starfsfólki stjórnsýsluna voru með slíka fund í morgun. Menn eru náttúrulega að verða svolítið og fólk að verða náttúrulega svolítið leitt á því að ná aldrei að hittast. Við erum bara eins og við erum núna á þessu fundi að það hefur ekki verið einn einasti fundur síðan að sameiningunni varð að við höfum getað smalað saman öllu þessu starfsfólki. Töluðum snemma það að við ætluðum að horfa til þess að vera með taka svona einn vinnudag sem við í rauninu lokuðum skrifstofunum og eyddum honum í annars vegar námskeið og hins vegar verkefni og gerðum svo eitthvað svona til þess að kæta okkur í lokin. En við erum hætt að lofa dagsetningunni. Ég var nokkuð sannfærður við getum gert þetta í desember. Nú þori ég ekkert að segja að við munum gera þetta í janúar. En þetta verður væntanlega lengt sem að gert. Varðandi mannauðsmálin þá eins og kom fram á fundinum, það hefur verið töluverð vinna í því samt við styttingu vinnuvikunnar. Við verðum að taka fundi síðan með hafnarvörðunum og við erum að horfa til þess að erum einmitt núna í vikunni að taka fundi þar sem við erum að skoða það hvernig það gengur að samþætta þessar gjaldskrár okkar. Það ekkert alveg sára einfalt en við erum svona að taka þá fyrstu skrefin í því. Síðan ef við erum að horfa til málefna sveitarfélaga þá erum náttúrulega við verið töluvert fundi varðandi sem snúa fjármálum sveitarfélaga, bæði sem hafa tengst fjármálaráðstefnunni, fundað varðandi endurskoðun byggðaáætlunar Austurlands og endurskoðun byggðaáætlunar það sem snýr að Austurlandi. Það var áttið fund með fulltrúum skipulagsstofnunar varðandi strandsvæðaskipulagi sem að hefur nú aðeins verið til umræðu í tengslum við eldismálin og síðan var hér ársfundur Jöfnunarsjóðs, það var fundur sóknaráætlun Austurlands, sáttum hafnasambandsþing í lok síðustu viku og síðan framöndan fundur landskipulagsstefnu sem skipulagsstofnun stendur fyrir
og síðan í lok næstu viku er þá landsþing sambandsins sem verður náttúrulega haldið með fjarfundaformi eins og allt annað. Það og fleira, það jú íbúakjarninn á Seyðisfirði sem að búið að ganga frá öllu samkomulögum sem að snúa að sveitarfélaginu hvað það varðar. Þannig að nú þetta Húsnæðis- og mannvirkjastofnun og Bæjartún sem þá að ganga frá málum sín á milli. Þannig að þá verður þá fljótlega hægt að fara í að ganga í rauninni formlega frá skipulagsþættinum og vonast til þess að menn geti farið að fara á stað með þann þátt. Það annað verkefni sem í gangi og það í tengslum við leigufélagið Bríet sem sem sagt leigufélag hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Þar verið að horfa til þess að líka að byggja eða verði byggt á Seyðisfirði parhús sem leigufélagið mun kaupa. Þannig að það framkvæmd sem verður væntanlega boðin út bara mjög fljótlega. Þannig að það bara mjög jákvætt verkefni. Við höfum tekið verkfundi út af menningarhúsinu eða framkvæmdin í Slátturhúsinu. Sú framkvæmd bara í gangi samkvæmt áætlun og við horfum til þess að menn ná að ljúka því fyrir sumarbyrjun. Og það ekkert sem bendir í sjálfsög til annars. Og það sem svona almennt það sem þá framundan núna næstunni að nú búið að afgreiða hjá okkur fjárhagsáætlun þannig að við munum þá fara í það að í rauninni framhaldi af fjárhagsáætlunni að setja þá hluti í gang sem búið að samþykkja. Það verða auglýstir þá verkefni, styrkir og annað þess háttar það sem hefur ekki verið gert. Það var búið að gera það á Seyðisfirði en þetta svona hluti af þeim verkefni sem að okkar starfsfólk mun fara í núna á næstunni. Þannig og vonandi mun síðan eitthvað, við vonast til að eitthvað slakað meira á reglum gagnvart þessu COVID-dæmi þannig að við getum komið meira saman. Það skeiði ekki, þannig að menn hafa verið svona alveg í lágmarki með að fara í rauninni á milli kjarna. En ég ætla svo sem ekki að hafa þetta mikið lengra en þú segja bara því að maður mun ekki sjá alla aftur fyrir jóla. Ég segi bara gleðilega hátíð og skila bara mínu bestu kveðjum út í kosmóið. Já, takk fyrir þetta Björn. Þá dagskrá fundarins tæmd. Fundamenn eiga hins vegar eftir að fara yfir fundargerðina, þannig að fundur ekki slitið, en hér lýkur útsendingunni. Takk fyrir.